Ok, við ætlum að skoða hvernig við heldum fall f frá r í öðru yfir í r yfir eitthvað svæði d sem er í r í öðru. Og í þessu dæmi er okkur gefið fallið f af x og y sem er x sinum y í öðru og okkur gefið svæði d sem er allir punktar x og y í r í öðru sem uppfyllir það x er á bylju 0 til 1 og y á bylju mínus x í öðru til x í öðru. Við byrjum á að teikna upp hérna þessi skilyrði og byrjum á að teikna bara y jafnt og x í öðru. Það er einhvern veginn svona. Þannig að ef að einu skilyrði mín væru að y ætti að vera minna jafnt og x í öðru, það þýtti ég væri hérna fyrir neðan þennan feril. En nú eru önnur skilyrði, ég er með hérna skilyrði að y á að vera stærra eða jafnt og mínus x í öðru. Þannig að pröfum að teikna mínus x í öðru hérna inn á. Og ef þetta vera stærra eða jafnt og mínus x í öðru, þá veit ég hérna fyrir ofan þessa parabólu. Ok, þannig að það sem þessi tveir eiga sameiginlegt, það liggur sérst á milli þeirra. Þannig að þessi tvö skilyrði þýða ég er einhvers staðar hér á milli og ég er hér á milli. Ok, nú koma svo skilyrðin á x. Þegar ég var að hugsa skilyrðin hérna, þá var að hugsa hver er skilyrðin í þessa hérna stefnu. Ég fer frá þessum ferli upp í þennan feril. Ok. Nú skulum við skoða í staðinn þessi hér skilyrði x, þetta er x á sem minn og hérna er y á sinn. X fer frá 0 og upp í 1. Hér er x jafnt á 0, það er þessi lína, og hér er x jafnt á 1, segjum það, sirka hér. Þannig að þessi skilyrði gefa mér allt þetta hérna svæði. Nú, til að þetta tvennt sé uppfyllt bæði í einu, þar segja ég það er að minna þessi skilyrði og þessi skilyrði, þá er ég sem sagt með það sem er sameiginlegt þarna, það er akkurat þetta hér svæði. Tökum út þennan, þá erum við komið það rauða svæði mitt hérna sem ég er að helda yfir. Ok, þannig að y-ástöðum helda ég frá þessari kurvu upp í þessa og x-ástöðum helda ég frá 0 og upp í 1. Við skulum setja upp heldið. Ok, við setjum heldið, ég ætla að helda mig til y fyrst. Það er frá mínus x í öðru upp í x í öðru. Fallið mitt x sinum y í öðru, dy. Og ytra heldið er dx, þannig að mörkin mín á dx fara hér, fara frá 0 og upp í 1. Og það er mikilvægt að maður heldur fyrst með tilliti til x, með tilliti til y, vegna þess að það er háð x, og þá þegar ég er búin að helda með tilliti til y, þá stend ég eftir með fall af x, og þá get ég helda með tilliti til x. Það er mikilvægt þegar við komum að öðru heldina að það sé bara fall af x sem við hefum eftir. Ok, þannig að við heldum, þetta er stoppfallið af þessu hér fallið með tilliti til y, þetta er x sinum y í þriðja deilt með 3. Frá mínus x í öðru upp í x í öðru. Og hér getur verið gott að skrifa hjá sér. Y fer frá mínus x í öðru upp í y í öðru. Samt valfrjálst. Dx. Og ég set inn í fyrir y. Og ég fæ sem sagt, þetta er jafnt og heldi frá 0 upp í 1. Af x sinnum, set x í öðru inn, þá fæ ég x í öðru í þriðja deilt með 3 og svo mínus það sem ég set mínus x í öðrun x sinnum mínus x í öðru í þriðja deilt með 3 og við sjáum að þetta verður allt x í sjöunda deilt með 3 pluss x í sjöunda deilt með 3 við fáum allt í allt 2 þriðju x í sjöunda sem við ætlum að helda frá 0 upp í 1 dx. Og þetta er einföld margliða, leikur hérna helda þetta. Stoppfallið er 2 þriðju sinnum 1 áttundi sinnum x í áttunda. Frá 0 upp í 1 og þetta verður, setja 1 inn, þá fæ ég bara 1 hérna. Þannig að verður bara, og ég setja 0 og fæ 0, fæ ég nákvæmlega bara 2 12. Það er ekki 1 12 náttúrulega. Það verður 2 á móti þessum hérna, þess áttu að vera 3 og 4 undirstriki. Þannig að þetta hér eru einhvers konar rúmmáls einingar í þessu dæmi. Og við skulum pröfa að sjá þessi MATLAB hvernig þetta lítur út, það sem vorum að helda. Það teikna upp svæðið mitt í öðru og svo teikna ég upp yfirborðið mitt. Og segja að svæðið mitt er markið þannig með bláum línum í x-y-planinu. Þetta er blá línar hér, sama svæði ég teiknaði hérna með rauðu, það sem er innan blá línuna.
og yfirborð mitt x-in y í öðru hérna vængurinn hérna. Þannig að það sem ég vorum að finna var rúmmálið sem yfir þessu hérna svæði undir þessu hérna yfirborði. Það hérna, frá þessu hér og upp í yfirborðið. Einhver rúmmál. Og skulum pröfa að sjá annað dæmi. Ok, við erum komið með nýtt fall f af x og y í öðru og við ætlum að heildi við svæði D sem skilgreind sem allir punktar sem uppfylla það að x er byrjun 0 til 2 og y byrjun 0 upp í rótin af x. Og ég teiknum upp svæðið okkar. Þá fáum við hérna y í eftir rótin af x lítur svona út og y í eftir 0 er náttúrulega bara x ásinn hérna. Þannig að það liggur hér á milli. Þessi hér skilur gefa okkur allt þetta hér svæði. Það eru svona endalaus lengja út. En svo kemur x með skilurinn frá 0 upp í 2. Þannig að þessi skilurinn, þá x fer frá 0 og upp í 2 hérna. Þannig að svæðið sem ég raunverulega ætla að heilda yfir þetta hér. Þetta er það sem er sameiginlegt með þessum tvenn. Ok, við setjum upp heildin okkar. Ytra heildi mitt með tillit til x frá 0 upp í 2. Innra heildi með tillit til y frá 0 upp í rótin af x. Fallið mitt af y í öðru. Við heildum og finnum stoppfallið af hérna, y í öðru með tillit til y. Það verður y í þriðju. Frá 0 upp í rótin af x. Við setjum inn mörkin okkar og við erum með heildi frá 0 upp í 2 af, þetta verður y í 3 aðrir, delt með 3, mínus 0. Það fyrir ekki x í 3 aðrir. Ég ætlaði að setja rótin af x hérna inn. Og ég heilda þetta og fæ þetta eru 1/3 og sannarlega x í 5 aðrir og þá sinnum 2/5 hérna. Ég hugsa fyrst ég þarf að leggja einn við veldi og þá veit ég þarf að margfalda með 1 á móti hérna veldinu. Frá 0 upp í 2 ég setja inn tvisti minn. Þetta verður sem sagt 2/15 sinnum 2 í veldinu 5 aðrir mínus 0 og við getum skrifað þetta sem 8 sinnum rótin af 2 delt með 15. Einhvers konar rúmmálseiningar. Nú, þetta er sem sagt rúmmálið sem undir þessu hérna falli og yfir þessu yfirborði. Og við sjáum, ef við reynum að sjá fyrir okkur hvernig þetta hér falli þetta setar eftir y í öðru. Þannig eftir sem y stækkar, þá stækkar fallið. En sem það verður alveg eins, alveg sama hvað x er. Þannig er eiginlega renna sem að liggur í þessa hérna, liggur í þessa átt, getum við sagt. Svona, í þessa átt hérna. Og við getum pröfað að teikna þetta upp. Við teiknum þetta hérna, við MATLAB. Og ég er búin að teikna upp svæðið mitt D í x-planum. Sjáum það markera þarna með bláum línum. Það er ein blá lína hérna. Og hérna er fallið mitt, y í öðru. Ég er að finna rúmmálið yfir þessum hérna bláa fleti undir yfirborðinu mínu. Nú, önnur leið. Við gætum sannarlega hérna heilda þetta hérna sama fall, fundið sama rúmmál, með því að heilda í staðinn fallið okkar fyrst með tillit til x og svo með tillit til y. Svo hér heildaði fyrst með tillit til y og svo með tillit til x. Ef við vilja skipta röðina á, svo ég ætla að heilda fyrst með tillit til x og svo með tillit til y, þá gengur alls ekki að skipta bara á mörkunum, vegna þess að þá myndi mörkin mín hér vera frá 0 og upp í 2 og hér myndi vera frá 0 og upp í rótin af x. Ég myndi heilda hér og fá eitthvað fall af y og svo myndi ég heilda hér með tillit til y og þá myndi ég setja inn eitthvað fall af x inn og ég myndi ekki fá tölu, ég myndi bara fá eitthvað fall af x. En þetta gengur alls ekki, við þurfum einhvern veginn að breyta mörkunum okkar í samræmi með það að ég ætli fyrst að diffra með tillit til x, að heilda með tillit til x. Það þýðir að en x þar einhvern veginn verið gefið háð y og y bara háð föstum. Ok, þannig að við skoðum
svæðið okkar hérna aftur. Ég ætla að taka þessu út hérna þetta. Ok, búin að snýsta það aðeins til. Þetta aftur svæðið sem ég vil heild yfir. Núna segi ég, í staðinn fyrir að hugsa fyrst, segja hérna fyrst með tildu Ísland, þá hugsa ég fyrst hvað að afmarkast í þess átt, það afmarkað af 0 og svo rótin af x, og svo hugsa ég hvernig þetta afmarkað í þess átt, þetta afmarkað frá 0 upp í 2, það var það sem ég gerði hérna. Nú ætla ég að hugsa þetta hérna, ég ætla fyrst að hugsa í þess átt. Ég ætla að hugsa ég þeir úr þessum ferli í þennan feril. Þá ég með allt það sem þar á milli, það myndi þetta inkludera allt sem hérna undir. En svo í næsta skrifi segi hvernig á ég afmarka í þess átt, þá afmarka ég af þessari línu og þessari línu og þá sameiginlega svæði það sem hérna á milli. Nú, hvaða jafn þetta hér? Þetta Úsland og rótin af x, nema ég vil fá x sem falla í Úsland, þannig að x jafnt á Úsland í öðru. Þannig að hér þarf ég að fara úr Úsland í öðru upp í þessa hérna línu, sem akkurat x jafnt á 2. Ok. Já, þú halda fram. Nú ætla ég að hugsa á hvaða bíl uppslánum mitt, þá ég að hugsa í þess átt, uppslán átt sem þess átt, ég fer úr 0 og upp í þessa tölu og hvaða tala allir þetta hér sé, hvað allir þetta skerist. Það skerist akkurat þegar x 2, þá ekki hérna í rótina 2, þannig að ég fer úr 0 upp í rótina af 2. Ok, og svo get ég heildað þetta, þá segi ég þetta heildi frá 0 upp í rótina af 2, stofnfalli hér verður uppslán í öðru x og ég bílinu uppslán í öðru upp í 2, d y og ég seti inn fyrir hennar x hérna í þessu og það þetta heildi frá 0 upp í 2, 2 uppslán í öðru mínus uppslán í fjórða, d y og svo heilda ég hér og seti inn mörkin og ég enda með að fá 8 sem rótin á 2 deilt með 15. Nákvæmlega sama og ég fekk hérna fyrir neðan. Og þannig að þetta hér getur líka verið mörkin mín. Nú skulum sjá aðeins, tökum þetta hérna út. Hvernig getum við þetta hérna hugsaði með bara svona myndrænt? Nú skulum við sjá hvernig við getum gert þetta líka bara út frá formúlum hérna. Sjáðu, ef y á bílinu 0 til rótin af x. Og þá í fyrsta lagi þá sé ég hérna út frá þessum skilurðum að x verður að vera stærra jafnt og y í öðru. Ok, þannig að ég komi ein skilyrði á x miðað við y. Svo ég þarf að fá einhvern veginn efri skilyrði og svo ætla ég að ákveða hvað bíli y er. Nú, neðri merkinu y standa bara hér, ég get sagt það bara beint hérna inn, y er stærri 0. Og svo skulum við skoða hin merkin mín, x á bílinu 0 og upp í 2, mestarlega í 2. Nú, skulum hafa þetta svart hérna svo að sjáspytur. Nú, ef y getur í mestarlega rótin af x og x getur í mestarlega 2, þá y í mestarlega rótin af 2. Og ef x getur í mestarlega orðið 2, stendur bara beint hérna, þannig ég smelli því inn hér. Og segja þetta sömumerkin, x á bílinu y niður upp í 2, það hérna, og y á bílinu 0 upp í rótina 2. Þannig svona getum við skipt á mörkunum, skipt heildunarröð. Og við skulum pröfa að taka enn eitt dæmi. Ok, nú fáum við gefið það dæmi sem búið að setja upp sem svona heildi fyrir okkur. Og við getum lesið út úr þessu að y á bílinu 0 til x, sem mörkin minn á y þessi hér, og x ytri mörkin, þannig að x á bílinu 0 til 1. Nú skulum pröfa að teikna upp hvað svæðið er. Ok, y á bílinu 0 til x, y jaft og x hér. Þannig að þegar ég horfi á y-stefnur, ég horfi þess átt, ég fer frá 0 og upp í y jaft x. Ég á að vera hérna á milli einhvern veginn. Ok. Og svo á x-ásnum má ég fara frá 0 upp í 1, fyrir frá 0 og upp í 1, þannig að þetta hér svæðið mitt sem ég heildi yfir. Ok, önnur leið geti verið að ef ég ætla að skipta á mörkunum, þá get ég sagt í staðinn, ég ætla að gera þetta nú fyrst bara út frá jöfnunum og sjá hvernig það myndrænt svo, ég ætla að láta x
vera stærri eftir y og ætla að gefa x háð y. X er stærri eftir y, það stendur bara beint hér og efri mörkin á x eru 1 og svo hugsa ég neðri mörkin á y standa hérna, y er 0 í minnsta lagi og í mesta lagi er hann x. X getur í mesta lagi 1, þannig að hér stendur 1. Þannig að þetta hér væri það sama og segja heildið frá 0 upp í 1 af heildinu frá y upp í 1 af x, y pluss y, x í öðru, dx, dy. Hér myndi fyrst helda með til y, setur merkin, og hér myndi fyrst helda með til x og setur merkin og helda svo með til y. Og skulum sjá. Ok, ég ætlaði núna í staðin fyrir að gefa mörkin mín svona, sem voru gefin í uppröðulega heildinu, þar sem ég hugsa fyrst hvernig er afmörkunin mín í y-stefna og svo hvernig er afmörkunin mín í x-stefna, bara háð föstum. Þá ætla að snúa sér við. Ég ætla að hugsa fyrst í þessa stefnu. Og þá segi ég ætla að fara úr þessum ferli upp í þetta hérna. Þá er ég búin að afmarka, sem sagt, þegar ég gerir þetta, þá er ég búin að afmarka þennan hérna þríhyrning. Ok, nú svo segi ég á hvaða bili þar þá y mitt að vera, þá fer ég þessa átt, þá fer ég frá 0 og upp í 1, það er það sem hann skerst hérna. 0 og upp í 1, fer frá y upp í 1 og frá 0 og upp í 1. Sameiginlega svæðið er þá þetta hér. Ok, við skulum sjá enn eitt dæmi, svo er þetta að reikna bara út úr heildunum hérna og sjá maður færa það sama. Ég ætla aðeins að taka enn eitt dæmi hvernig maður skiptir á markunum. Ok, heildið frá 0 upp í 1 af heildinu frá rótin af x upp í 1 af í veldinu y í þriðja dy dx. Svo eitt heildi hérna inn í hinn heildinu. Ok, hérna er ekki bara erfitt að finna stofnfalli fyrir í þriðja með tildi y, það er algjörlega ómögulegt. Þannig að ef þetta er stilt svona upp og við kunnum ekki að skipta mörkunum, þá getum við ekki reiknað út úr heildinu. Það er ekki hérna með þeim aðferðum sem við höfum lært. Þannig að við byrjum að segja, ok, ég ætla að skipta á mörkunum, ég ætla að sjá hvort það bæti eitthvað. Y mitt er á bilinu rótin af x upp í 1. Og x mitt er á bilinu 0 til 1. Og nú vil ég gefa frekar x sem falla af y. Þannig að ég segi, ég ætla að taka hennan hér. Segi, x er allavega minnaði jafnt og y í öðru. Þetta annað veldi hérna báða megin. Og x er í minnsta lagi 0. Y aftur á móti er í mesta lagi 1 og í minnsta lagi rótin af x. Ok, x getur í minnsta lagi 0, þannig að í minnsta lagi er þetta 0. Og sjáðu hvað ég gerst, þetta er töfrum líkast. Ef ég heilda í staðinn, fyrst með tilliti til x, í þriðja dx, þá veit ég núna að x-merki mín eru frá 0 upp í y í öðru og y-merki mín eru frá 0 upp í 1. Tökum að út þessa hérna útreikninga og sjáðu, það er ekkert sem gæti verið einfaldara en að heilda þetta fall með tillit til x, vegna að ég líta þetta bara sem fasta. Stofnfallið verður x sem í y þriðja. Frá 0 upp í y í öðru dy. Ég seti mörki mín og minni hérna getur verið gott að skrifa hjá sér x er aftur og x er aftur til að vita að það er x sem er á þessu bili. Heildi frá 0 upp í 1 af ég set y í öðrin fyrir x og það ég y í öðru í y í þriðja og svo set ég 0 fyrir x og það er 0. Og svo þetta er ekkert mál að heilda. Vegna þess að við sjáum að ef ég myndi diffra þetta hérna fall, þá væri innra fallið 3 y í öðru og hér stendur eitthvað sem er mjög svipað því. Þannig að við skrifum stofnfallið í y í þriðja. Ef ég myndi diffra í y í þriðja, myndi ég fá í y þriðja sinnum innra fallið diffrað sem er 3 y í öðru. Þannig að ef ég vil fá bara akkurat þetta hér, þá þarf ég margfalda með 1 þriðja. Þannig að ég geri nákvæmlega það. Og svo set ég inn 1 og fæ 1 þriðji í fyrsta og set ég 0 og fæ 1 þriðji í 0 sem er bara 1 þriðji. Og við getum skrifað líka bara minus 1 til með 3.
Þá tókst okkur að reikna rúmmalið undir þessum yfir þessu svæði okkar hérna og segja hérna gátum það fundið stofnfallið hér, leikandi létt, á móti því að við gátum alls ekki á nokkurn hátt fundið stofnfallið hér. Segjum þetta gott.